Góðan daginn, elskurnar, og velkomin í geimsýru hornið. Heyrðu, sjáu hvað ég fekk. Ennþá í plastinu. Það var hérna diggur hlustandi geimsýrunar sem kom færandi hendi og færði með þetta. Ennþá í plastinu síðan 1994. Ég veit ekki eins og hvort ég tíma að opna hana, sko. Takk fyrir þetta. Mér langar að spila fyrir ykkur smá bút hérna. Þetta hann Daryl Angar, held ég hann heiti. Hann semst svona channeler eða svona fjarmiðl sem búinn að vera channela Bashar lengi. Og það alltaf svo gaman þegar maður sér eitthvað svona efni á samfélagsmiðlum. Þetta náttúrulega miðlar sem miðla upplýsingum. Og sérðu efni þar sem þú sér ekki annars staðar. En þarna svona stutt sena sem hann einmitt Bashar að fara yfir hvernig við á innan skammtasviðs og þá í einhvers konar fjölvítar veruleika erum að velja okkur stanslaust tímalínur. Og svo gaman að sjá eitthvað svona, eitthvað sem í samræmi við manns eigin hugmyndir. Og ég ekki að segja, stundum maður inspireraður af því sem maður heyrir, sem sagt, annars staðar, en eins og í þessu tilfelli þá það búið að vera að koma svo sterkt til mín síðustu mánuði þetta með tímalínur og einmitt fjölvítar veruleikan og að ég sé bara til, hafi verið til og muni verða til í sem sagt óendanlegum fjölda eða útgáfum og þessu tengsl þarna á milli þessara vídda og út frá því þá ég að ná mér í reynslu og stanslaust að skipta línur og nýir veruleikar verða til. Og einmitt þetta líka áður en ég spila þetta myndband þá ég var að ræða þetta við konuna mína í morgun einmitt hver ætli munurinn sé á sem sagt á að plana hluti og að sjá inn í framtíðina. Hvernig manifestum við raunveruleika og það gerist auðvitað í gegnum þetta þríþætt. Það sem sagt frjálsvilji númer 1 sem færir mig inn í sköpun, altså huglæg sköpun sem maður má ekki taka léttvægt og ef að þú blandar trú inn í huglæga sköpun þá það sem verður. Spáið hvað þetta stórt og ef þú ert með trúna bundna í þessa sköpun og sköpun sprottin út frá frjálsum vilja, hver þá munurinn á því að plana hluti, gera áform og einfaldlega stinga sér inn í kvontum og ná í minningar úr framtíð alveg eins og maður gerir úr fortíð sem gerir tíman línulegan í báðar áttir hvað varðar minningar. Með öðrum orðum, ég farin að sjá inn í framtíðina. Wow, spáði þessu. Ég ætla að sýna ykkur þetta myndband. You have a single timeline that goes from your past to your future. In fact, what you're doing is this. You are scanning all of the frames of reference of all the parallel realities that are relevant for the theme that you chose to explore in this life. And you are drawing down and plugging in and unplugging from and connecting to and disconnecting from all the frames and parallel realities that are relevant for this theme. You are constructing, literally, moment to moment, billions of times per second, constructing what appears to be a single timeline made up of frames, one after the other in a certain order, from thousands of parallel reality connections. You are doing this all the time automatically. When you have an inspiration, oh, I just thought of this. It may be coming from a parallel reality person that you're plugging into that is having that experience. And therefore you can get the inspiration because their experience in that particular reality is relevant for the theme you chose to explore in this reality, in this timeline. You're constantly merging with timelines to build the timeline that is relevant to your theme as they are doing with you, drawing upon your experiences, your information to construct their timelines. All of this going on at the same time.
That's how powerful you are. Geggja stöf. Spáið í þessu. Annað hérna. Þetta viðtal við Eric Burleson, þingmann. Og hann sem sagt kom nýverið fram, bara held ég í morgun í viðtali hjá News Nation. Einmitt svona, já, þessi gögn sem að stríðsmálaráðuneytið hefur verið að sleppa á og við höfum von á nýjum gögnum sem sagt í dag, ef allt gengur eftir. Og hann sem sagt að fara yfir sko af hverju hann vill meina að þessi gögn sem þau eru búin að vera að óska eftir, af hverju þeim hefur ekki verið sleppt. Og hann sem sagt í þessu tilfelli samhengi hann að tala orbs eða plasmanetti. Og orbs, það fór mikið púður í plasmanetti í nýju bókinni UFO 202 sem kemur út í lok sumars. Þar fór ég bæði inn á vísindin, hvað var það plasma, og fer yfir nokkur atvik, meðal annars íslenskt atvik, eða íslensk, 2 atvik allavega, það sem eru sem sagt einstaklingar Íslendingar sem ég þekki persónulega sem hafa verið að sjá þessa plasmanetti birtast. En við skulum hlusta á Eric Burleson. Most of what has not been released that to me is the really mysterious thing are the glowing orbs, like these balls of plasma that seem to move in an intelligent way. In some cases they're static, they just hover without any noticeable signs of aerodynamics or like propellers. They just sit still. And in some cases they can like immediately accelerate. And I think that, so I've seen the video footage of that, and I hope that, I'm confident that will be released, and if it's not, I will be throwing a fit about it. But that will be eye-opening for some people. But it's not definitive. When I see those videos, I can't tell you this is clearly from another planet. Don't know what it is. Right. We don't know what it is. But we know it's something that we've never seen before. So is that the Pentagon's call right now? Who is the door right now that is keeping it closed? Who's at that door? That would probably fall under ODNI, under their direction, whether or not they're ready to release those. And why, in your estimation, have they not released stuff like that, again, you as a member of Congress have seen and said, guys, this is a game changer? I think, I'm only speculating, but I think because if you saw these videos, you would know, people could probably determine the location. Okay. And some of these are in residential communities, and you would see, I would hate to have like my neighborhood blown up by people who are coming into Skywatch. Það ekkert annað. Við eins og ég segi, ég held að sumir þessi þingmenn, ég trúi því að þeir séu að vinna af heilindum. En samt sem áður þetta allt mjög óskýrt. Varðandi svartsýni í þessum málum, hvort að djúpríki sé að leiða okkur í ógöngur eða ekki, þá komum við mitt af því sem ég talaði hérna í byrjun, og það eru tímalínur og hvernig við í rauninni sem einstaklingar út frá okkar karmísku fjölvítar veru, hvernig við getum í rauninni bara skapað okkur þá framtíð sem við viljum. En hugsið aðeins þetta. Ástæða fyrir því að sumir eru heppnari en aðrir? Ástæða fyrir því að sumir lenda alltaf í ofbeldi aftur og aftur? Ég ekki að gera lítið úr fórnarlömbum ofbeldis. Ég bara segja, hugsanir hafa vængi og hugmyndir mínar framtíð, og ég þekki þetta bara sjálfur á eigin raun, hvernig ég hef náð að manifestera bara hluti, aðstæður og sambönd og velgengni í mínu lífi út frá hugmyndum og óbilandi trú á að hlutirnir raungerist í samræmi. Og mér finnst ég oft vera svolítið sheimaður einmitt fyrir þetta, svona rétt í lokin. Mér finnst oft svolítið eins og þetta almenna viðhorf sé svolítið svona að ég megi ekki vera of bjartsýnn, skilji. Því þá er ég með of stórar hugmyndir sjálfa mig,
og þetta er eitthvað sem að fólk hræðist, og ég held sko að leið og þú missir trúna og það eru einstaklingar og aðstæður í kringum hann sem er alltaf einhvern veginn að reyna að skilja mann og draga úr þessari trú, og ef maður gefur eftir og ef maður missir trúna þá raungerast ekki þessar hugmyndir manns eða óskir, væntingar, og maður verður fyrir vonbrigðum, og afleiðingin af því er að maður treystir ekki sjálfum sér lengur til þess að gera plön. Maður þorir ekki að trúa, maður þorir ekki að treysta. Sjúklega áhugavert. Herra skutar, þið getið followað, subscribeað eða viljið, frjálsvilji, munið það. Ég er ennþá á kúrnum mínum, engin sykur, koffín, kjöt, mjólkurvörur, sykur, tekið út. Ég er á 3. degi, held ég. Jú, 3. Ekki mjög spennandi, en ayahuasca athöfn annað kvöld, og það verður spennandi að sjá hvað kemur út úr því. Ég mun segja ykkur allt frá því, ég lofa ykkur því. Ekkert launungamál hér. Þar til næst, elska ykkur, namaste.